Komið sæl og blessuð, verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Gestur í dag maður skógræktarinnar og hefur svo sem gert margt annað, og syngur enn í kór, mikill áhugamar tónlist og hjólreiðar og ég veit ekki hvað og hvað. Hann heitir Pétur Halldórsson og ætlar að spjalla hérna við okkur á eftir. Verið með. Pétur Halldórsson, ertu velkominn. Takk fyrir. Takk fyrir pennan sem þú gafst mér. Já, njóttu vel. Skógræktin, þar vinnur þú. Já. Þetta plastpenni. Já, en samt úr viði. Því að úr sellulósa hægt að búa til plast og þetta plast úr sellulósa. Þannig að þessi penni ekki hluti af jarðefna hagkerfinu eða olíuhagkerfinu, heldur kannski í framtíðinni sem svona það kallað lífhagkerfið, þetta nýja. Þegar við hættum að nota olíu og kol og notum eitthvað sem náttúran gefur og í hringrásum. Endurnýjanlegt. Ég sitt bara hérna með opið munnin, sko. Já, já. Af hverju erum við ekki byrjuð á þessu? Þetta að byrja, sem betur fer, og á eftir á næstu árum að magnast mikið, örugglega. Þannig að þessi penni, þegar ég verð búinn að skrifa ævisögu mína með honum og hann orðinn tómur, það að segja fyllingin, og ætla að farga honum, hvað á ég þá að gera? Þá gerum við bara það sama og annað plast, þetta í rauninni alveg sama efnið. Olía bara gamlar lífrænar leifar sem hafa verið undir miklum þrýstingi í einhverjum jarðlögum í milljónir ára, kannski nokkur 100 milljónir ára og umbreyst þar, en þessa umbreytingu hægt að gera eða svipaða, að vinna efnin úr trjánum bara beint. En þessi penni, hvernig verður þá, eyðist hann þá betur fyrr eða hvað? Það held ég nú reyndar ekki. Nei, en þetta betri en hitt plast eins og maður segir? Já, af því að olíunotkun náttúrulega svona einstefnu nýting á auðlindum. Við tökum eitthvað sem til og notum það og svo verður það ekki til aftur fyrir en eftir nokkur 100 milljónir ára, þá getum við í rauninni ekki talað stöðugar hringrásir. Nei, varla. En ef við notum skóginn, látum hann vaksa í 70 ár, fellum trén og nýtum þau og gróðursetjum í staðinn, þá getum við aftur farið upp í 70 ár og náði í ný tré, þannig hringrásin. Þú vinnur hjá skógræktinni? Já. Hvað gerirðu þar? Ég er kallaður kynningarstjóri. Já, og hvað er þetta að kynna? Ég er að kynna skógrækt, svona eins og ég að tala núna við þig, rekka á róðu fyrir því að menn noti náttúruna en ekki eitthvað óendurnýjanlegt. Já, einmitt. Og hvernig gerirðu það? Þetta nú mjög mikið í gegnum vefsíðun og ég held út til vefnum skógur.is, skrifa þar fréttir, set inn alls konar kynningarefni og tek þátt í útgáfu. Vorum að gefa út nýjan bækling til dæmis Hallormsstaðaskóg bara núna í maí og hitt og þetta, það ársrit í smíðum og þetta svona þetta sem þessir PR-menn gera. Já. Gamlir afdankaðir fjölmiðlumenn gjarnan. Já, þakka þér fyrir. Við erum saman í því. Við erum saman í því. Já. Það náttúrulega, sá grunnur náttúrulega alveg ómetanlegur. Hann það. Já. Þetta mjög mikil reynsla, mikil skóli að vera svona í fjölmiðli. Já. Og ekki síst það að geta komið hlutum frá sér á tiltölulega stuttu máli á skýran hátt. Já. Það það sem maður lærir. Knappur texti, var sagt. Knappur texti. Einmitt. Það sem var í gildi. Maður var alltaf að spara mínúturnar, sko. Já. En hvernig gengur þá, Pétur, að gera þetta áhugavert? Já. Ég veit náttúrulega fullt af fólki sem hefur þetta svona í bakþanganum. Já. Skógrækt og hugsa náttúruna og þar fram eftir göttunum. En það svona eins og þurfi kannski aðeins að íta aðeins betur þannig að menn færi að gera eitthvað í því í staðins að bara hugsa það. Ég held að það sé kannski best eins og í mínu tilviki ég hef gríðarlegan áhuga á skógrækt. Já.
og svona ástríði fyrir því og svona eflingu náttúrunnar og ég held að það sé svona lykillinn að þessu að geta smitað slíkum áhuga. Ef ég hefði engan áhuga og hefði verið ráðinn í þetta starf, ég held að það yrði mjög erfitt að skrifa skógrækt þannig að aðrir hefði fengið einhvern áhuga á því. Já. Og hvað, þú segir þið eru að gefa út ársrit og bæklinga og þess áttar eitthvað og fer þetta svo bara hvert? Já, til dæmis bæklingarnir skógana, þeir eru í svona kössum í skógunum. Þannig að þetta opna og ná sér í bækling og ganga gönguleiðirnar og slíkt. Ársritinu nú dreift, ég var nú að stinga upp að því daginn að því dreift á allar tannlæknastofur. Já. Það spurning hvort við gerum það ekki bara því að það fara allir til tannlæknis. Já, flestir. Allavega á endanum. Já. Og það alltaf komið óefni, þá neyðist maður. En þar myndi fólk úr öllum stéttum væntanlega sjá þetta. Og svo þessi vefur, við reynum nú að miðla fréttunum. Ég tók nú þann pólinn í hæðina að skrifa bara hreinlega fréttir starfsemina. Því ég þóttist kunna það. Og senda þær svo yfir á Facebook aðalega. Það svona samfélagsmiðlinn sem skógræktarfólk virðist nota hérna mest. Það ekkert mikið á Twitter, sýnist mér. Og ég hef aldrei náð almennilegu sambandi við Twitter reyndar sjálfur. Nei, Trump á honum. Trump þar. Og það svona að reyna að pota þessu bara sem víðast og í fjölmiðla. Ég að reyna að skrifa í bændablaðið núna alltaf. Það náttúrulega alveg klassablað. Já. Bændablaðið. Og núna sem sagt bændaparturinn af skógræktinni orðinn hluti af sömu stofnun og þetta sem var skógrækt ríkisins annars vegar og litlu stofnanirnar sem sinntu bændunum í landshlutunum. Þetta orðið að nýrri stofnun sem heitir bara skógræktin. Skógræktin, já. Og sem getur verið kannski ruglandi því að fólk talar skógræktina sem kannski skógræktarfélagið í héraðinu eða skógræktarreitin, já ég upp í skógrækt og eitthvað svona. En þetta var ákveðið að hafa þetta. Já, ég var að kaupa plöntur, svona einhverja runnar plöntur inn í Kjarna og ég vissi ekkert hvað það hét. Nei, það núna orðið einkafyrirtæki, bara sjálfstætt, Sólskógar, en svo skógræktarfélagið þarna líka og það bara sjálfstætt félag og ekki tengt ríkisstofnunin í skógræktinni. Hvað gerir svona skógræktarfélag? Þetta reyndar svolítið merkilegt á Íslandi. Það skilst mér 7500 Íslendingar skráðir í skógræktarfélög all land. Og þetta sennilega eitt af þessum heimsmetum sem við þykjumst eiga með höfðatölu. Og þessi félög voru alltaf stofnuð það fyrsta 1930 og svo svona fram eftir 20. öldinni í öllum landslutum og hafa verið að koma sér upp skógræktarreitum og framan af var þetta mjög mikið svona sjálfboðavinna margra að gróðursetja eins og Kjarnaskógur mjög gott dæmi Já. Svo rekaði þessa reiti og með alls konar starfsemi, það mjög mikið eftir hvað þau eru stór. Þurfa reitirnir alltaf að vera svona kantaðir? Nei, það rauninni bara... Mér finnst það stór galli í staðins að leggja þetta í landslagið. Já, það gamla aðferðin, Nú þegar skógar eru skipulagðir þá reynt að fella þetta að landslaginu og þannig að það fylgir læknum og séu ekki einmitt beinar línur. Já. Hvar erum við stödd í þessum málum? Við erum stödd þar, við erum búin að komast að því að Ísland hentar mjög vel til skógræktar og ákveðnum trjátegundir geta vaxið bara álíka vel hér og á sömu breiddargráðum í Skandinavíu. Ef við notum réttu tegundirnar og rétta efnið við. Og það komin talsveit mikil kunnátta og fyrir hrun voru gróðursettar 6 milljónir trjáplantna á ári. 6 milljónir? Já. Og það datt niður helming eftir hrun. Hefur ekki potast almennilega upp aftur því miður. Ekki til eitthvað sem heitir skógarbændur? Jú. Sem eru þá nánast kannski eingöngu í þessu í dag? Það eru nú kannski fáir svona búandi bændur eingöngu í þessu, en einhverjir jarðareigundur eru kannski ekki með annað á sínu jörðum en skógrækt. Þetta orðið mikilvægur hluti af starfi margra bænda, ekki síst á héraði þar sem þetta svona byrjaði með bændaskógræktina. Til dæmis var gaman að sjá frétt einn skógarbónda fyrir austan í Bændablaðinu eða svona umfjöllun hans búskap. Þá taldi hann upp það sem hann þyrfti að gera á hverjum degi
það voru gegningarnir í fjárhúsunum og síðan grísinn í skóginum. Já. Þannig að þetta er orðið svona hluti af störfunum. Já, bara svona venjulegum störfum. En fá þeir þá eitthvað fyrir það? Þeir fá alltaf 97% af kostnaðinum við að koma skóginum upp, greiddan frá ríkinu. Já. Þannig að þetta er í rauninni algjörlega frábært tilboð. Já, en þetta er náttúrulega mikil vinna. Já, já. Og ég þekki það, ég hef náttúrulega engan skó, en ég þekki það bara að það er mikil vinna til dæmis við grisjunni og þarf að sinna því. Já. Hafðirðu áhuga á þessu áður en fórst að vinna í þessu? Já, ég var meira að segja að hugsa að læra þetta þegar ég var unglingur. Já, já. En svo var nú einn skógræktarmaður sem ágætur sem ég spurði hvað ég ætti að gera. Hann sagði að það komið nóg af skógræktarmönnum sem eru lærðir í Noregi eða Kanada. Já. Ég vil að þú fari til Síberíu. Stutturliðina. Og þetta var náttúrulega á tímum Sovétríkjanna og ég var lítill og með lítið hjarta og ég gæti bara ekki hugsað mér að fara til Síberíu. Ég fór að gera eitthvað allt annað. Já, það er náttúrulega gríðarlegur skógur á þeim slóðum öllum. Já, já. Já. Og Íslendingar hafa ekki mikið farið þangað. Það er einn skógfræðingur núna starfandi í Landbúnaðarháskólann sem er lærður þar í Arkangelsk. Já, já, já. En flestir hafa einmitt lært í Noregi, Svíþjóð, einhverjir í Danmörku og svo Kanada. Já, já, akkurat. En Pétur, sko, hvað lærðirðu? Ég lærði íslensku. Lærðirðu íslensku? Háskóla Íslands. Fórstu í háskólanum það? Já. Og lærði það? Hvað varstu lengi í því? Já, ætli ég hef ekki verið að nuddast í þessu 4-5 ár. Tók BA-próf og megnið af meistarstiginu líka, en svo einhvern veginn sá ég mig ekki alveg fyrir mér í þessu sem fræðimaður. Nei. En kennari? Nei, ég hef aldrei haft löngu til að verða kennari. Hvers vegna fórstu þá að læra íslensku? Ég hafði bara einhvern veginn áhuga á tungumálinu og hef það ennþá, sko. En ekki þessum hávísindalega, ég komst eiginlega að því. Ég yrði ekki góður vísindamaður í þessu. Hvernig komst það því? Ég veit það ekki. Mér langaði einhvern veginn ekki að sitja einhvers staðar á rassinum inni og grúska í bókum allan daginn eða allt lífið. Maður getur nú ímyndað sér það þegar maður sér þig á ferðinni, því að þú ert ekki á bíl, þú ert alltaf á hjóli. Já. Þannig að þú ert nú kannski ekki maðurinn til þess að sitja á rassinum. Nei, samt eru það nú örlög mín og hafa verið. Já. Satt mikið á rassinum í skóla og svo þegar ég vann hjá útvarpinu og síðan núna hjá skógræktinni, en sem betur fyrir kemst ég nú töluvert út líka. Hvaðan ertu? Ég er hérna frá Akureyri. Já. Þú gekkst í hvaða skóla? Ég gekk í Lundarskóla og svo í Menntaskólann. Já. Var einn vetur út í Glerárskóla reyndar, þegar var verið að reisa Lundarskóla. Já. Fórum þangað í gömlum strætó og voru svona ýmsar svaðilfærir tengdar því. Já. Einn daginn valt strætóinn, hann var reyndar ekki kominn að ná í okkur. Hann valt á leiðinu og við þurftum að labba út eftir. Það fannst okkur löng leið yfir kletta og klungur í kulda og hríð. Já. En við vorum sent samt gangandi. En hvernig stóð á því að fórst að vinna hjá útvarpinu? Ég bjó í Reykjavík, var búinn að vera þar meira og minna í 10 ár og var alltaf svona að væla yfir því að mér langaði norður og kona mín var búin að samþykkja það að prófa að fara norður og síðan rakst pabbi á einhverja auglýsingu um það að það væri laust aflýsingastarf hjá útvarpinu í svæðisútvarpi og vinnu fyrir rásirnar og ég bara sló til og sótti það. Já. 98. Og það gekk? Já. En hvað varstu þá búin að gera í Reykjavík? Þá var ég búinn að vinna hjá Stöð 2 við svona málfarsráðgjöf og prófarkalestur. Já. Tímanum líka við prófarkalestur og mikið við að syngja við jarðafarir og aðrar athafnir með kórum. Já. Þannig ég var svona í hinu og þessu. Já. Þar, en einhvern veginn festi aldrei almennilega rætur í Reykjavík. Nei. En þú ferði í háskólann, lærir íslensku. Hvað ætlaðir að verða þá þegar þú var skutti? Hvað ætlaðir að læra? Hvað vildir þú verða? Já, hitt og þetta held ég. Pabbi þinn er læknir? Já, það kom aldrei til greina. Nei. Ekkert svona heilbrigðis. Bóndi einhvern tímann. Ég held það hafi verið lengst. Bóndi? Það held ég vera bóndi. Já. Ég sá það einhverjum hillingum. Já. Kannski enda ég sem skógabóndi, hver veit. Já, þú eru að fara að drífa þig.
Já, ég var einmitt að hugsa það sko, ef ég keypti mér skó þá þyrfti ég eiginlega að kaupa mér svona 30 ára skó. Þannig að þetta væri eins og ég hefði byrjað tvítugt. Þú yrðir að fá hann dálítið vaxinn. Já, þannig ef ég færi að byrja frá grunni núna þá yrði þetta alltaf lítið þegar ég yrði 8 ára níræður. Já. Hvað varstu lengi í útvarpinu? Ég var tæplega 16 ár. Já. Og hvað hættirðu? Að því ég var rekinn. Varstu bara hreinlega rekinn, já? Já, eiginlega í 2 svona atrennum. Fyrst snemma árs 2013 þá var ég settur í 70% stöðu og hefði ekkert það að segja, gat bara samþykkt það eða farið. Og það var eiginlega reiðarslagið sko. Það var svona, já, það fannst maður vera slegið niður fyrir allt það sem maður hafði verið að gera. Já. En síðan í nóvember sama ár þá var nú reyndar svolítið sérstakt. Ég var með kórnum sem ég syngi í himnodíu. Við vorum tók þátt í að halda tónleika með Skálmöld og Sinfóníuhljómsveit Íslands og Karlakór Reykjavíkur og það var nú kór þarna í viðbót barnakór Flensborgar, ef ég fer rétt með þetta allt saman. Miklir tónleikar í Eldborgarsal Hörpu sem voru 3 tónleikar minni mig og allavega 2 svona undirbúningstónleikar þar sem voru boðsgestir, ungmenni, mikið fjör. Og fyrst eða annan æfingadaginn þá var ég kallaður upp í útvarp og mig grunaði hvað stæði til. Og síðan hitti ég þar 2 konur sem réttu mér uppsagnarbréfið og ég fór glaður út. Sem var svolítið merkilegt. Þá var ég búinn að hafa þessa mánuði frá í febrúar, mars þegar þetta fyrra kom til þess að einhvern veginn búa mig undir að fara. Reiknaðirðu með því? Já, þegar það var hringtími þá var ég nánast viss það sko. Hver hringdi í þig? Það var, ég held að það hafi verið mannauðsstjórinn sem þá var. Mannauðsstjórinn, já. Og þetta var síðan bara frelsun. Því ég hafði ekki tekið almennilega skrefið sjálfur. Núna var mér breytt, núna verði ég bara að standa mig. Svo kom ég bara glaður aftur niður í Hörpu og sagði félögum mínum að ég hefði verið rekinn. En varstu búinn að gera eitthvað af þér? Ég meina ekki af þér heldur, varstu búinn að gera eitthvað? Sem að orsakaði þetta og fékkst bréf og menn fór eitthvað að nýta í því? Nei, það var verið að fækka á Rás 1 og í rauninni var held ég, það var ákveðið munstugrein leið þessu, það var verið að segja upp fólkinu sem var með fasta mikið unna þætti sem að þótti þá væntanlega of dýrt. Ég var með þátt sem hét Tilraunaglasið, svona vísindaþátt einu sinni í viku og svo svona lítil verkefni aukalega. En þessi þáttur var aðalverkefnið. Mikið unnin? Já. Og þetta var greinilega, það átti greinilega að fækka þessu bara. Og já, alltaf með það, menn taka sínar ákvarðanir. Þú færði bréfið og ferði glaður niður í Hörpu. Já. Og hvað svo? Þurftur að vinna uppsagnarfrest? Nei, ég bara var búinn. Og hvað? Og þátturinn sem átti að vera eftir 2 daga, hann var hálfkláraður og ég þurfti ekki að klára hann. Hann er þá hálfkláraður. Ég held ég eigi efnið einhvers staðar. Já, en síðan kemur heim. Já. Og hitti fjölskylduna og segir það búið að reka mig. Já, ég held ég hafa nú hringt fyrst, sko. Það voru nokkrir dagar þangað til ég kem heim. Já. En ég var byrjaður aðeins hjá Skógræktinni. Ég hafði samband... Nú varstu, já. Já, alveg nýbyrjaður, bara fyrir... Ég ætlaði að gera bara hálfum mánuður eitthvað þar á undan sem ég var byrjaður. Sko, ég hafði hringt í Þröst Eysteinsson sem var þá fagmálastjóri Skógræktarinnar, er núna skógræktarstjóri. Og bara spurði hvort það vantaði mann í vinnu og það vildi svo til að forveri minn í þessu starfi var að fara í fæðingarorlof og það passaði ég kæmi þarna inn í aflýsingu í hlutastarfi og það átti að vera á móti hinu þannig að það small alveg ágætlega saman. Já, þannig að þú stóðst ekki upp í atvinnuleysið með fjölskyldu og... Nei. Svo var ég nokkra mánuði þarna í hlutastarfi áfram og síðan réðu mig fullt starf. Já. Hvað ertu búinn að vera lengi þar?
frá því nóvember 2013 og í fullu starfi frá því 1. apríl 2014. Já. Tími líður. Fjölskylda þín, Já, hver kona þín? hún heitir Jóhanna Kristjánsdóttir. Hvað gerir hún? Hún sjúkraþjálfari á Bjargi Já. og Reykvíkingur. Kannski Akureyringur núna. Já, hvað búin að vera lengi? Hvað er þetta orðin? 98, hvað er það? Það er 19 ár. Já, hún fyrir að nálgast það. Hún fer að nálgast. Já, hvað eigið það börnum? Við erum 3. Og á hvað aldri eru þau? 14, 19 og 21. 14, 19 og 21, er fullari fólk? Já. Já. En eins og þau eru að segja, maður á hjóli eins og þú, ert þú þá á 500.000 krónar hjóli, eins og sumir eru? Já. Er það? Já, ekki í dag reyndar. Nei. Í dag er ég á slydduhjólinu. Áttu mörg hjól? Þegar það er rigning. Ætli ég ekki 4 núna. 3 svona nothæf akkurat eins og er. Það er kappreiðahjólið, eða racer eins og menn segja. Er það með svona mjóudekkjum? Já. 7 kíló. 7 kíló? Svo er gamla hjólið sem ég er á núna sem ég keypti 94 og er búinn að skipta allt á og sumt tvisvar og láta pólíhúða það því að það var alltaf orðið rispað og ljótt. Já. Og á því ég er með tvöfaldan dekkjagang eins og menn eru með bílana sína það eru vetradekkin og sumardekkin. Og með nöglum? Með nöglum Já. Þannig að ég get bara verið fljótur að skipta á milli. Já. Og svo er svona fína fjallahjólið sem er svona demparar á framan og aftan. Og ertu í því líka? Já, ég... Hjólar til fjalla? Já, svolítið. Ég er ekki mikið í þessu, ég held ég svo svona gamall í svona einhverjar hættu brautir eða svona áhættu atriði. Já, koma á miklum hraða niður brautir. Það hefur kannski aldrei verið svoleiðis. Nei, ekki áhættu sækin. Nei. Heitir það ekki eitthvað svoleiðis? Jú, stökkva og svona. Já. Þú sagðir að þú hefur verið að syngja í Hörpunni. Já. Með Himnodíu. Já. Segðu okkur af Himnodíu. Já. Hún var stofnuð með minni 2002. Það er bara, er sá kór tengdur kirkjunni eitthvað eða? Hann er kannski sprottinn út úr af því að Eyþór Ingi Jónsson sem stjórnar er organist í Akureyrarkirkju. Já. Þá svona tengja með þetta við kirkjuna en eru tengslin ekki nein nema við æfum þar og syngjum miðnættumessu á aðfangadagskvöld. Já. En þið syngið nú við að fara til útlanda á þess aftar? Já. Skemmtilegt. Mjög gaman. En þetta er krefjandi, þetta er allt nótnalestur og margaradda og hvað þetta heitir. Já. Og er helst mönnum eða stjórnandanum vel á söngvurum? Já. Ekki mikið skipti? Mjög lítið. Þannig að það þýtti ekki að ganga í kórin eða neitt? Ekki nema að það vanti mann, það var alveg hægt að óska eftir plássi. Já. Og það er nú fólk sem langar. Er það? Já. En við skiptum ekkert út nema einhver fari, það er engin rekinn þarna enda engin ástæða til þess. Nei, þetta þá ekki alls saman svona sæmilega góðir söngvarar og þjálfaðir og það sem þetta? Jú. Já. En svo hefur nefnilega, þegar það hefur þurft að fá nýtt fólk inn, þá höfum við viljandi haft mjög mikið í huga hvernig viðkomandi myndi fallin í hópinn. Já. Þannig að það eru gerðar talsverðar kröfur svona sönglega, en líka hvort þetta passar inn í móralinn. Svona persónuna? Já, hvort þau geta verið með okkur skrýtnu skrúfunum hinum og gert þessa skrýtnu hluti sem við þurfum að gera. Já, ég hef heyrt ykkur syngja, þið syngi mjög vel. Takk fyrir það. Það er alveg á hreinu. Fleiri áhugamál? Já, ég er svo sem áhuga á garðyrkju og ég er mikið að dunda í húsinu og ég hef áhuga á einni bílategund. Hver er hún? Það til Citroën. Áttu marga stuðningsmenn þar eða? Nei, sem betur verið ekkert allt of marga því að þá er þetta svolítið sérstakt. Áttu þannig bíl? Já. Áttu bragga? Já. Citroën bragga? Já. Nei, áttu svoleiðis? Já, og í lagi? Hann er svona nokkurn veginn í lagi, það er bara að fara að ná í hann er búinn að vera nokkur ár í fríi út í sveit. Þarf að fara að hlúa að honum, það hefur þurft að sinna öðru. Pétur, er það að því að þú er svona sérstakur að þú velur Citroën?
Já, Citroen er náttúrulega ágætt bíl. upphafið var náttúrulega fjölskyldan keypti þegar ég var bara 13 ára, fyrsta Citroenin, sko. Pabbi átti 2. Hverjir voru foreldræðinir? Halldór Halldórsson, læknir, sem býr hér á Akureyri, og Birna Björnsdóttir, sem lést 95. Og Hann keypti Citroen. Já, átti 2. Og kveikti það þinn á? Ég held það. Já. Annars, kannski fyrstu kynni mín á Citroen voru hjá Bolla Gústafsson í Laufási. Nú? Hann átti svona gamlan DS sem var kallaður Svartbakkurinn því að hann lenti í snjóflóði til Laufási og kramdist á honum þakið og skottið og það þurfti nýtt þak og þakið á þessum bílum var úr plasti eða trefjaplasti og umboðið átti bara þak með svartri vínilklæðningu. Þannig að Bolli fekk það, þannig að hann var hvítur bíll með svörtu þaki og Bolli lét setja vínil á skottið líka, þannig að hann var alveg svartur aftur úr. Þannig að þá var hann kallaður Svartbakkurinn. Svartbakkurinn. Í þessu fekk ég far. Þetta var náttúrulega engu líkt, þessi bílar. Já. Liðu yfir ójöfnurnar á ómalbikuðu vegunum. Já, það voru mjög fallegir bílar. Skemmtilega fallegir, svona ljótir. Öðruvísi. Það er þetta öðruvísi, sko, og karakterinn. Og þeir eru ennþá svolítið í þessu og kannski aftur að koma með þetta. Þeir eru aftur fannir að þora að vera öðruvísi, sem þeir þorðu ekki á tímabili. Já. Pétur, svona í lokin, þú gafst mér penna sem er unnin úr tré, plastpenni úr tré. Hvaða væntingar getum við gert? Nú er mikið talað um þetta með plastið og annað. Hvaða væntingar getum við gert? Náum við einhverjum árangri í þessu? Stutt svar. Já, það er mjög mikið að gerast í heiminum í þessum lífhagkerfismálum. Menn eru að hugsa endurnýjanlegt eldsneyti, það getur komið úr skógi. Menn eru að hugsa alls konar iðnaðar efni, kemísk efni sem eru unnin úr gróðri og hitt og þetta lyf og bara nefna það, sko. Og tækifærin eru mjög mörg og við hefum eftir að sjá mjög spennandi hluti bara á næstu árum. En við Íslendingar þurfa bara að rækta meiri skóg, taka meira á. Já, það er að gera meira. Ég er til að snúa mér að því. Já. En áður en ég geri það, þá ætla ég að taka þig mynd. Jæja. Og hún er alveg nothæf. Jæja. Já. Flott. Kærar þakkir. Takk svo vel. Og gangi þér vel. Takk.